Komið sæl. Ég býð ykkur velkomin á 214. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar. Fundurinn haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Áður en göngum til lögðislega dagskrár þá eru hér nokkur mál sem ég legg til að verði bætt á dagskrá. Það er mál nr. 22-01027, fyrirspurn leig og laugum sumarið 2022. Hér er dagskrárliður 10. Það er fundargerð stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns sem er dagskrárliður 14. Það er fundargerð menningarmálanefndar sem er dagskrárliður 15. Það er fjarfundir mál til kynningar sem er dagskrárliður 32. Það eru menningarmálaverkefni mál til kynningar sem er dagskrárliður 33. Og röð annarra dagskrárliða myndi breytast í samræmi við framangreint. Þeir sem eru samþykki því að taka þessi mál á dagskrá gefi merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er fyrsti dagskrárliður, það er svæðisáætlun úrgangsmál á Vesturlandi. Það liggur hér fyrir fundargögnum svæðisáætlun úrgangsmála og þetta er í raun og veru verkefni sem hefur staðið núna í nokkur ár en sorpsamlögin á suðvesturhorninu leggja í raun og veru fram sameiginlega svæðisáætlun og hvert og eitt sveitarfélag þarf að staðfesta hana. Einhverjir sem vilja ræða þessa svæðisáætlun sérstaklega. Og leggi bara til að Dalabyggð samþykki þessa svæðisáætlun fyrir sem aðila að áætlunni, þess sem samþykki því gefi merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er 2, það er undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð. Það eru annars vegar hér 2 mál sem eru þó til afgreiðslu. Það er annars vegar að skipa byggingarnefnd og síðan er þá tillaga frá undirbúningshóp vegna íþróttamannvirkja sem leggur til að jarðvegsvinna vegna íþróttamiðstöðvar verði boðin út. Og framkvæmdir fari fram á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst nú í sumar á meðan að sumarlokun grunnskóla stendur. Við skulum taka fyrst þá tillögu varðandi útboð á jarðvegsvinnu. Einhverjum vilja ræða það mál. Skúli. Góðir fundamenn, ég held að þetta sé bara flott og við reynum að koma þess á stað. Ef við ætlum að gera eitthvað í sumar þá þurfum við að byrja og þessi gluggi til að moka upp úr er frá 15. júní til 15. ágúst sem við horfum á. Þá er lokað skólinn og leikskólinn lokar í júlí. Þannig að ég held að sé kjörið tækifæri að bjóða þetta út og koma þessi verkefni á stað. Takk. Anna Berglind. Oddviti og aðrir fundarmenn. Mér langar bara til að spyrja fyrst bara hvað er klárt af teikningum til að meta einhver útboðsgögl frá eða er menn bara alveg vissir að þetta er stærðin og geta þar alveg endur tekið grunninn þannig. Og þú veist, við vitum að samt alveg að það hlýtur að vera mismunandi púði eftir í hvernig byggingin er. Þannig að hvað höfum við til að taka þessa ákvörðun núna? Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls. Kristján. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það er það sem við höfum er þessi grunnmynd sem að verður gengið út frá. Það er reyndar það sem að á eftir að taka ákvörðun og mun þá næst byggingarnefnd þarf að ræða og mun geta klárast þá væntanlega í mars áður en útboðið fer fram. Það er á að vera 25 metra laug eða á að vera 16 metra laug. Það ræður sem sagt svæðinu sem það þarf að skipta undir lauginni. Annars er sem sagt verið að vinna, það er verkið sem er vinna þessi útboðsgögn. Það verður gerð núna bara strax og veður leyfir ítarleg rannsókn, ítarlegri heldur var gerð hérna upphafi á jarðvegsrannsókn sem að í framhaldinu mun segja okkur til hvað við þurfum að gera sem mikinn púða og hugmyndin er síðan svo að það
það verður semst fyllt, það verður ekki fyllt alveg í, það verður fyllt upp í cirka 60%. Þannig að það síðan er þetta svo klárað eftir þegar liggur fyrir nákvæmlega hvernig bygging er. En já, okkar ráðgjafar segja að það sé hægt að gera þetta þó svo að hönnun byggingarinnar hérna liggi ekki fyrir. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Ég skil mjög vel að þetta þarf að fara að taka ákvörðun um þetta ef á að gera þetta í sumar. En ég vil bara samt ítreka að ég hef bara áhyggjur af því að þegar við komum illa nestuð inn í svona umræður og inn í svona framkvæmd í rauninni, að það gæti hleypt kostnaðanum upp. Við vitum það öll. Ef við vitum ekki nákvæmlega að hverju við stefnum, þá er alltaf möguleiki að koma upp eitthvað meira, síðar meir. Þannig að við erum svolítið fallin á tíma en alls ekki tilbúin. Þannig að ég hef pínu áhyggjur af því, að því að svona stórt verkefni, og við höfum öll talað um það hér, að bara má ekkert fara upp, skilur við. Þannig að við verðum að vanda okkur. Og ég hef aðeins áhyggjur af því núna að það bara komi mikil pressa, það verður að samþykkja þetta og hitt og græja og gera, við erum alveg að falla tíma, að þetta gæti gerst. Þannig að menn séu bara viðbúnir því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli? Oddviti, góðu fundarmenn. Það er kannski þess vegna sem við ætlum að fara í betri rannsóknarvinnu, að taka fleiri pröfuhólur til að sjá hvernig jarðvegurinn er, til þess að sjá hvað við þurfum að eyða miklu í sökkunum. Það er bara þannig. Þó að húsið sé byggt úr stálgrind eða límtré, þá þarf nákvæmlega sama sökkunin undir. Við vitum, við erum að vinna út frá þetta breiðu húsi, þetta löngu vipi þjónustuhúsi með því öllu. Þetta er koðin þessi rammi sem við þurfum að vinna eftir. Eina sem við ættum að gera, myndi ég segja, það er að taka þessu ákvörðun eins og Kristján nefndi, er 16 metra lög eða 25. Það er það sem þarf að grafa dýpra til að koma sundleginni fyrir. Og það er bara ákvörðun sem á eftir að taka. En á öðru leyti getum við alveg mokað upp úr söklinu. Því að það er ekki þyngra húsi þó að séu stálgrind heldur límtré. Þannig að það er bara málið. Og við fyllum ekki í af fullu því að þá höfum við þetta bara, þessa 40 cm eða 40% til þess hvernig við endum í gólfinu á húsinu. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá bara hér svo tillaga að jarðvegsvinna verði boðin út. Þeir sem eru samþykkið þeirri tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það skipan byggingarnefndar, en það var ákveðið hér á síðasta sveitarstjórnarfundi að auglýsa eftir framboðum í byggingarnefnd. Og það voru 2 aðilar sem buðu sig fram til setu. Það var Jón Magnús Katarínusson og Guðlaug Kristinsdóttir. Og ég myndi gera það bara tillögu minni að byggingarnefndin verði 7 manna. Hún verði skipuð þessum 2 einstaklingum og síðan bundin þá við embætti innan sveitarstjórnar. Það byggðaráð skipi byggingarnefnd, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar ásamt sveitarstjóra. Þetta sé svo 7 manna byggingarnefnd. Það er allavega svo tillaga sem ég legg fram, en orðið er laust. Einhver vil taka til máls? Anna? Oddviti og aðrir fundarmenn. Ég átti svo sem vona að þessi tillaga kæmi hérna upp. Það væri bara, vættu kannski bara að horfa aðeins tilbaka
og svona sjá, þú veist, ég myndi bara í fyrsta lagi vilja gera breytingatillögu á þessari tillögu. Að þetta verði bara 5 manna nefnd. Þessir einstaklingar sem bjóða sér fram í þessari nefnd eru í þessari nefnd og svo getum við ráðið í hvort við höfum 2 fulltrúa byggðaráði og kannski 1 úr umhverfis- og skipulagsnefnd sem ég veit myndist ekki vitlaust. Að hafa 7 manna stjórn, það er bara meiri kostnaður og ég er alveg handviss að það mun ekki skila neinu meiri ágóða. Það verður bara fleiri til að rífast ákveðin málefni. Við getum horft á þetta á ótalvegu. Við erum með, þó ég ætla ekki að gera lítið úr öðrum nefndarmönnum eða stjórnarmönnum, en við erum með fullt af nefndum og stjórnum. Við erum með atvinnumálanefnd. Ég veit ekki til þess að hafi skilað neinu starfi í Dalabyggð. Sú nefnd. Ég ætla ekki að gagnrýna nefndina, ég vil helst ekki gera það, en þetta er staðurinn að, þú veist, ég er bara að segja það að til hvers ætlum við erum öll að tala að draga niður kostnað, en svo bara eigum við bara að gera 7 manna nefnd. Bara gott ef einhver kemur hérna upp og segir hver ávinningurinn af því að hafa 7 manna nefnd umfram 5 manna. Er það ekki bara það að við viljum hafa meira valdinn í nefndinni, þó við höfum alltaf valdið þegar kemur til okkur í sveitarstjórn? Þetta eru frábærir einstaklingar sem eru að bjóða sig hérna fram. Ég er bara full að trúa að þau geti unnið sitt verk vel. Þau hafa víðtæka reynslu, jafnvel bara meiri reynslu en mörg okkar í sveitarstjórn. Ég er ekki að draga lítið úr þessu fólki að það þurfi þá þess vegna að bæta við 7 manna nefnd. Ég treysti þeim fullkomlega í þetta og það er líka kostur að fá þessar nefndamenn inn því að ef við verðum ekki hér við völdin eftir sveitarstjórnarkosningar, við vitum ekkert hvort við munum starfa áfram í þessari nefnd þessi verði í inni fyrir sveitarfélagi, að mér finnst bara mjög mikla líkur á að þessir menn sem eru að bjóða sig fram ætli sér að vera áfram og séu tilbúin til að starfa áfram, sem er rosalega gott að sé ekki allir að koma nýjir inn í nefndina í vor. Akkur að treystu við þeim ekki bara. Þannig ég vil gera það breytingatillögu minni að þetta verði 5 manna nefnd og ég mun ekki kjósa 7 manna. Takk fyrir þetta, Anna. Ég vil þá óska eftir því að fá skriflega breytingatillögu og hvernig breytingatillögun á að hljóða. En orðið er laust. Skúli. Oddviti, góðu fundamenn. Mér langar kannski bara aðeins að nefna að ég held að alltaf sjáu betur auga en auga og það hlýtur að vera í svona stóru verkefni eins og við erum að gamla með allt fjármagn sveitarfélagsins sem er eins árs velta, að það sé nú ekki mikið að því þó að séu 7 menn sem að fara aðeins yfir það verkefni og geri það samverkusamlega og standi þá í lappirnar út af því. Og ég var kannski hissa bara hann skildi ekki bara nefna þessi 2 bara tæki þetta bara að sér og það verði þá nóg. En takk, ég segi bara, ég held að sé ekkert verða að hafa 7 manna nefnd heldur en 5 manna og betur séu auga en auga eins og ég segist með því. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Það er allavega ástæðan fyrir því að ég legg til hans í skipu við embætti eins og byggðarráð og annað slíkt að það liggur þá líka bara alveg skýrt fyrir eftir kosningar og vor hverju sitja í nefndinni. Þegar að nýkjörinn sveitarstjórn sem verður kosin 14. maí næstkomandi verður búin að halda sinn fyrsta fund og skipa í embætti. Sama hvernig kosningarna fara þá liggur alveg skýrt fyrir hverjir hafa umboð til að vera í byggingarnefnd íþróttamannvirkja. Ég
get líka staðið hér bara og beðið. Ég beði Jóhannu Maríu að setja fundarhlé á upptöku. Klárt. Það er hér, þá höldum við fund áfram.
Það er svo komin hér fram breytingatillaga. Hún hljóðar svo: lagt til að byggingarnefnd verði skipuð 5 mönnum, þeim tveimur eða sem Jóni Magnúsi Katarínssyni og Guðlaugu Kristinsdóttur ásamt 2 aðilum úr byggðarráði og 1 aðil úr umhverfis- og skipulagsnefnd. Byggðarráð og umhverfis- og skipulagsnefnd tilnefni sína aðila í byggingarnefnd. Láta Jóhannu fá það. Skrifa. Orðið er laust þessa tillögu. Já, Ragnheiður. Oddviti og aðrir fundamenn. Ég veit eiginlega bara ekki alveg hvað ég á að segja. Ég veit ekki hvort er betra að hafa 5 manna eða 7 manna. Einhvern veginn leggst það betur í mig að hafa fleiri inni úr sveitarstjórn heldur en úr samfélaginu. En ég ætla bara að sitja hjá, ég bara get ekki ákveðið hvort er betra. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ragnar. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo virðist ekki vera, þá greiðum fyrst atkvæði breytingatillöguna. Þau sem samþykkir henni gefur merki. Þau sem á móti og 1 situr hjá. Þá greiðum atkvæði fyrir tillöguna, aðaltillöguna sem er 7 manna byggingarnefnd. Þau sem samþykkir henni gefur merki. Þau sem á móti og 1 situr hjá. Hún er byggingarnefnd verður 7 manna og ég skal bæta við þetta að við aðra tillögu við felum sveitarstjóra að gera tillögu erindisbréfi fyrir nefndina. Þau sem eru samþykkir því gefur merki. Þau sem á móti situr hjá eða það er samþykkt með 6 atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 3, það er breytt skipulag barnaverndar. Alþingi hefur samþykkt breytingar á barnaverndarlögum sem fela í sér grundvallarbreytingar á uppbyggingu barnaverndar innan sveitarfélaga. Samkvæmt lögunum verða barnaverndarnefndir lagðar niður og í stað þeirra verða starfræktar 2 aðskildar einingar á vettvangi sveitarfélaga, annars vegar barnaverndarþjónusta og hins vegar umdæmisráð barnaverndar. Breytingarnar taka gildi þann 28. maí 2022. Sveitarfélög sem þurfa að sameinast umdæmisráð þurfa að hefja viðræður sem fyrstu mögulega útfærslur ráðanna. Það er vinna sem hefur verið í gangi og hér er tillaga bara að bókun. Að verði það niðurstaðan að umdæmisráð verði 1-3 mun Dalabyggð gera hluta af umdæmisráði sem tekur yfir allt landið ef ráðið verður 1 eða landið án Reykjavíkur höfuðborgarsvæðis. Sveitarstjóra er veitt umboð til að vinna að gera samning sem umdæmisráð í samræmi við þetta. Endurskoða þar samningur Borgarbyggð varðandi barnaverndarþjónustu, gera þar ráð fyrir að þjónustusvæði muni mögulega stækka. Orðið er laust. Kristján. Oddviti, fulltrúar, við langar bara að fylgja þessu aðeins frekar eftir. Oddviti nefndi þennan tíma sem að þessi breyting á að eiga sér stað, sem er 28. maí. Það er breytingarna sem felast líka í því að það er lágmarks fjöldi, íbúafjöldi á svæði umdæmisráðana, 6.000 manns og fyrir þeim lágmarks íbúafjölda er ekki hægt að fá undan þá. Þannig að það verður alltaf 6.000 manns en hins vegar er staðan svo að það eru að meðaltali 3,3 mál á viku sem að miða við 2020 sem að svona umdæmisráð þyrfti að fjalla og mikill meirihluti þeirra er í Reykjavík og í Kraganum eða á höfuðborgarsvæðinu. Síðan er það svo barnaverndar þjónustan. Þar segja lögin líka að lágmarkið skuli vera 6.000 íbúar en það er heimilt að fá undanþágu frá því, ráðherra getur veitt hana,
ef að hægt er að sýna fram á það að barnaverndarþjónustan sé nægilega mönnuð af fagfólki og það barnaverndarþjónustan sem að við erum að fá eða myndum fá frá Borgarbyggð, hún það í dag en hins vegar eru líka umræður það að hvort að þetta ætti mögulega að verða stærra svæði. Umræðurnar umdæmisráðin hins vegar eru í þá veru að þetta munu verða 1 til 3, líklegast 3 sem þá allt landið nema höfuðborgarsvæðið og á höfuðborgarsvæðinu verði síðan 2, þar annars vegar Reykjavík og hins vegar Kraginn. Við erum að tala fyrir Dalabyggð að þá værum við að mestalagi að tala kannski 1 mál sem færi fyrir umdæmisráð á ári, jafnvel ekki neitt. Þannig að það ekki mjög umfangsmikið sem að við erum að nota þessi umdæmisráð. En þessi vinna í gangi og hún þarf að ganga hratt, þannig að það verður þess vegna mjög gott að fá umboð til þess að fylgja þess áfram, en sveitarstjórn verður að móta þessa stefnu sem í hvað átt við erum að fara, en ég held að eitt umdæmisráð fyrir landsbyggðina sé það sem að menn sé svona almennt að tala um. Takk. Orðið laust. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið laust. Ég held að sé allavega sjálfur telja best að Dalabyggð fylgi bara því sem fylgir landsbyggðinni í þessum málum. Það biður enginn orðið, bara þeir sem eru samþykkir þessari tillögu. Við veitum sveitarstjóra þetta umboð að fylgja þessu máli eftir, gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 4, það fjárhagsáætlun 2022, það viðauki 2. Kannski bara biður sveitarstjóra að fara yfir viðauka 2. Óteiti sveitarstjórnarfulltrúar, þessi viðauki snýst að veita heimild til stofnframlags til Bakkahvamms. Þetta stofnframlag var ekki í áætlun núna, en það var það svo sem að mótast eftir að framkvæmdaáætlun hafði verið lögð fyrir fjárhagsáætlun, en í fjárhagsáætlunni voru hins vegar þeir tekjuliðir sem koma vegna Bakkahvamms, þar að segja lóðagjöld og gatnagerðargjöld og þess háttar. En semst í viðaukunum fer semst heimild til stofnframlags til Bakkahvamms upp á 11,5 milljón og til þess að skapa svigrúm til þess að þá í fjárhagsáætlunni lækkað framlag til íþróttamannvirkjana 10 milljónir, sem sagt úr 240 til 230 milljónir. Miðað við horfur á hraða á þeim framkvæmdum að þá það óhætt og það má meira að segja, ég reikna fastlega með því að þegar að líður á árið að þá þurfum við að taka annan viðauka þar sem að framlag til íþróttamannvirkjana verður lækkað og það færist þá semst fram á næsta ára eða jafnvel það næsta. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið laust. Biður enginn, Anna. Oddviti og aðrir fundarmenn. Já, ég ætla svo sem ekkert að setja út á þennan viðauka. Ég bara hélt við hefðum verið að ræða þetta fyrir áramót þetta stofnframlag. Mér finnst svona skrítið að þetta hafi ekki verið komið inn í fjárhagsáætlunina, verð að segja eins og er. Þannig en eitthvað hefur bara okkur sést yfir það. Þannig að við verðum að taka því. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Það biður enginn orðið. Það var bara þess sem eru samþykkir viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2022 gefur merki. Hún samþykkt samhljóða.
Þá er dagskrárliður 5, það er sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostagreining. En það liggur sér fyrir í raun og veru tillaga frá byggðarráði sem að fékk Róbert Ragnarsson ráðgjafa á fundi sín. Og það er lagt til að gera í raun og veru skoðanakönnun varðandi sameiningamál samhliða sveitarstjórnarkosningum 14. maí næstkomandi. Spurningarnar verða: ætti Dalabyggð að hefja sameiningaviðræður? Já, nei eða hef ekki skoðun? Og ef já, hvaða valkostur væri æskilegastur? Þá er það A. Sameining við Húnaþing, B. Sameining við Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit, C. Annað hvað? Samhliða þessari skoðanakönnun verður útbúið kynningarefni sem fyrir fólk til að móta sér afstöðu varðandi skoðanakönnun. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Skúli? Andviti góða fundamenn. Já, þetta fór byggðarráð að fara að gera einhverja tillögu að svona útfærslu og eins og ég las upp þá er þetta tillagan frá byggðarráði. En kynningarefni það verður gefið náttúrulega út miklu fyrr, ekki samhliða, heldur verður fólk búið að fá að átta sig á hvað er í boði og hvernig staðan er í sveitarfélögunum í kring áður en að þessi skoðanakönnun verður, þannig að vildi bara leiðrétta það, þannig að það sé á hreinu. Takk fyrir þetta, Skúli. Ég biðst forláts á það að hafa farið með rangt mál, en ég átti við að kynningarefnið yrði útbúið þannig að fólk geti móta sér afstöðu í tíma fyrir kosningar. En orðið er laust. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 6. Það er hér tillaga að breyting á deiliskipulagi í Hvömmum í Búðardal. Og breytingin hún felur í sér breyttar lóðastaðir og afmörkun lóða. Og lóð Bakkahvamms 13 breytist úr raðhúsalóð í einbýlislóð og minnkar lóðin úr 1649 fermetrum í 1074 og lóð Bakkahvamms 15 minnkar úr 1666 fermetrum í 1472 fermetra og fækkar íbúðum úr 4 í 3. Og það er hér drög að bókun eða sem sveitarstjórn samþykkir viðkomandi breytingar og deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breyting á deiliskipulagi. Breytingin hefur verið grenndarkynnt næsta nágranna sem gerir ekki athugasemdir við breytinguna. Grenndarkynningu telst lokið þegar hagsmunaaðilar hafa undirritað yfirlýsinguna á tillöguuppdráttinu að þeir geri ekki athugasemdir við breytinguna. Orðið er laust. Kristján. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, það er óvenjulegt við þessa tillögu að hún kemur hér beint inn í sveitarstjórn en hefur ekki farið í gegn hjá sem slík hjá umhverfis- og skipulagsnefnd. Ástæðan fyrir því er að umhverfis- og skipulagsnefnd hefur vegna forferla ekki fundað núna síðan í desember og það er þess vegna mikilvægt að þessi breyting bara með tilliti til framkvæmda við Bakkahvamm að hún fari áfram. Þetta er eins og þetta segir talin óveruleg breyting og grenndarkynningin þess vegna mjög umfangslítil, þar að segja það var talið að einungis þyrfti að grenndarkynna við næsta hús við þessar lóðir vegna þess að fyrir götunni í heild að þá er þetta minnkuð minni umferð heldur en deiliskipulag gerðir á fyrir og þannig að ef þetta hefði hins vegar snúist það að við höfum verið að breyta einbýlishúsalóðir, ráðhúsalóðir og setja fleiri íbúðir, meiri bílaðum fyrir götuna þá hefði þurft að grenndarkynna fyrir stærra svæði. Þannig að já, ég vildi bara útskýra þetta tvennt varðandi stöðuna, hvers umfang grenndarkynningar og þetta að það er óeðlilegt að tillagan komi beint inn í sveitarstjórn. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo verðist ekki vera þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá
Þá er næst dagskrárliður 7, það er erindisbréf ungmennaráðs Dalabyggðar. Það er hér tillaga breytingum á erindisbréfi ungmennaráðs og fræðslunefnd hefur staðfest og vísar til sveitarstjórnar breyting á erindisbréfi ungmennaráðs þannig að miðað verði við 14. aldursárið í stað þess að miða við 14 ára aldur afmælisdag. Og þetta breytingin felst í þessu. Einhverjus vilja ræða þetta mál sérstaklega. Það sem samþykkir þessari breytingu á erindisbréfi, gefmerki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 8, það er lokun útibús Arion banka í Dalabyggð. En Arion banki hefur ákveðið að loka útibúi sínu hér í Dalabyggð frá og með 1. apríl næstkomandi. Þetta var tekið fyrir á fundi byggðarráðs 2. febrúar síðastliðinn og byggðarráð mótmælir harðlega ákveðan Arion banka að loka útibúinu í Búðardal. Með þessu er verið að draga verulega úr þjónustu við íbúa Dalabyggðar, sérstaklega við eldri borgara. Byggðarráð fer fram á að forsvarsmenn banka komi á fund sveitarfélagsins og það er hægt að upplýsa hér að sá fundur fór fram fyrir klukkustund síðan hér út í Dalabúð. Það sem að svæðisstjóri Arion banka á Vesturlandi og lögfræðingur bankans áttu fund hér með sveitarstjórn en orðið er laust. Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn. Já, þetta mál er náttúrulega bara verulega slengt fyrir Dalabyggð. Ég er nú ekki búin að setja neitt niður á blað en við sátum sem sagt hérna fund áðan og vil ég bara fyrst segja að það er bara sárt að sitja hana fund horfandi framan í fyrrverandi alþingismannin okkar. Valla blikna í augunum eða hvað sem maður segir við þessa ákvörðun að hér sé hann að taka í rauninu bara mikilvæg störf í burt frá sveitarfélaginu þó enn sé hér staða sem að er starf án staðsetningar, 100% staða og enn sárara er að vita til þess að þetta starf er ekkert bundið dvölunum. Þannig að láti þessi starfsmaður af störfum þá er ekkert víst að við séum trygg með þetta starf. Mér finnst þetta eiginlega bara svona, maður er eiginlega bara enda pínur reiður bara. Þannig að ég held að þetta mál sé alls ekkert búið hjá okkur. Við verðum bara að halda áfram að berjast í þessu. Þannig að ég vil kannski ekki hafa þetta mikið lengra að sinni, en ég bara vil lýsa yfir miklu vonbrigðum með þetta. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls. Ragnheiður, svo Skúli. Oddviti og sveitarstjórnarfólk. Ég segi bara eins og Anna, ég er bara mjög leið yfir þessu. Og mér þykir ákaflega leiðilegt að verða vitni af því að gamla fólki okkar sem er tækniheft hefur lagt grunninn að þessum banka, verið viðskiptum við að jafnvel alla ævi að það fái litla sem enga þjónustu og að það hreinlega bara skipti klárlega ekki máli lengur. Ég var bara að fá að segja þetta, mér finnst þetta bara sökka. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Skúli. Oddviti, góði fundamenn. Ég held að ég geti bara verið sammála þeim, Röggu og Önnu. Þetta er mjög svekkjandi að svona skuli fara og þetta er kannski það sem að við höfum óttast svo sem. Það er ekki nema cirka 2 ár síðan að þá var útibúinu, þá var minnkað opnunartíminn úr 5 dögum í 2 og þá var sérstaklega spurt að því hvert að þetta væri aðdragandinn því að loka stofnuninni og þá var sagt að það stæði bara ekkert til. Nú er liðin 2 ár og það er búið að loka. Síðan var okkur sagt í dag að þetta starf sem að eftir það væri
starfa á staðsetningar en væri í Dalabyggð. Og það væri ekkert endilega verið að hrófla við því, það væri ekkert að fara endilega. En ég minna á hvað var sagt fyrir 2 árum. Við skulum hafa það bara í huga. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Orðið er laust. Einar. Ágætu fundamenn. Ég get verið sammála félögum mínum í sveitarstjórn að þetta er rauninu hundfúlt en kannski kemur ekki á óvart því miður. Þetta er einhvern veginn búið að hanga yfir eiginlega síðan að bankinn var færður úr gamla húsnæðinu sínu en kannski var maður bara að setja upp bjartsýnisgleraugun og vona að þetta geri eitthvað gott. Það eru fleiri bankastofnanir til á Íslandi og kannski sjá einhverjar aðrar stofnanir tækifæri í því að í einhvers konar framförum Við allavega í sveitarstjórn sjáum bjarta framtíð í Dölunum og nú kannski bara opnast þó möguleikar fyrir einhverja aðra að koma hingað og sækja viðskipti fyrirtækja og einstaklinga í Dalabyggð. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Anna. Oddviti og aðrir fundamenn. Ég glemdi eiginlega bara einu nokkuð mikilvægu. En eins og ég sagði áðan þá held ég að við séum enga veginn búið með þetta mál í sveitarstjórninni. En mér finnst bara svo mikilvægt að ríki og öll önnur svona stærri fyrirtæki fara að sýna bara svona samfélagslega ábyrgð í landinu. Við erum öll búin að upplifa þessa miklu tækni þróun sem átt sér stað á þessum COVID-tímum og vitum alveg hvað er hægt. En það gerist ekkert í störfum án staðsetningar. Ég hefði viljað sjá forsvarsmenn Arion banka koma bara og bjóða okkur fleiri störf. Það er örugglega miklu ódýrara fyrir að leigja áfram þetta útibú sem við erum með í Búðardal og vera með 3 stöðugildi. Þó það væri bara störf án staðsetningar og þó það væri bara opið kannski 1 dag í viku. Það væri allavega skárra en ekkert. Mér finnst bara, það þarf að fara að sýna þetta í verki. Að menn vilji senda þessi störf út á land. Það er bara verið að drepa samfélag út á landsbyggðinni. Bara hvert starf hér skiptir bara gríðarlega miklu máli. En forsvarsmaður Arion banka, hann Sindri Sigurðsson, hann talar mikið bara, heimsóknum hefur fækkað og við þurfum ekkert þessar þjónustu, við getum öll gert þessar þjónustu í hraðbankanum og eitthvað svona. Fyrir mér skiptir það ekki máli. Ég vil frekar horfa í bara hver er veltan inn í fyrirtækinu. Hvað er samfélagið okkar að velta inn í Arion banka? Hvað er við með mikið innlegg? Hver er lánastarfsemin? Og svona ýmislegt. Ekki það hversu oft ég mæti í bankan. Það bara ekki skipta neinu máli. Þannig það þarf að vera samfélagslega ábyrgð hjá þeim. Það er ekki nóg að tala um þetta inn á Alþingi og svo þegar menn breyta stöðugildi þá eru þeir farin að segja eitthvað allt annað. Mér finnst það bara virkilega miður að hlusta á þetta. Og ég bara langar að segja að ég held að hann hætti að skamma sín fyrir þetta. Það geta bara skipt persónuleika bara á mínútu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna, en ég vil biðja sveitarstjórnarmönnum að gæta orða sinna og við skulum ekki tala varlega og persónugera hlutina. Þetta er stofnun og fólk vinnur þar og það getur haft aðra skoðun að vinna sína vinnu og getur kannski haft einhver aðra persónulega skoðun. Við skulum bara geta þess hvort að við ætlum að persónugera umræðina. Ég get alveg tekið undir með ykkur, þetta er miður. Þetta hefur legið kannski í loftinu. Þetta er bara partur af þeirri baráttu sem að dreifbýlið á undir og samfélög út á landi. Það má vel vera að sé hægt að fá fleiri störf
inn á svæðið og fleiri störf og staðsetningar. Til þess þurfum við líka að skapa aðstöðun og við þurfum að skapa húsnæði og fólk velur sér búsetu eftir þjónustu. Við erum að fara af stað hérna með annað verkefni, mjög stórt hérna í þessu samfélagi, sem vonandi verður til þess að gera þetta svæði samkeppnishæfara til lengri tíma litið. Við þurfum að taka umræðan á þeim vettvangi líka. Við þurfum líka að taka umræðan á þeim vettvangi að hvað þarf til þess að störfin séu flutt út á land. Þetta er bara stór og mikil umræða. Þetta snýst ekki bara um Arion-banka. Ég minni hér á skýrslu sem var lögð fram hérna í sveitarstjórn í haust, sem var úttekt á störfum án staðsetningar. Það sem að forstjórar ríkisstofnunar voru spurðir hversu stór hluta störfum þeirra gæti verið án staðsetningar. Þetta snýst algjörlega um viðhorf þeirra sem að stjórna. Ekki neitt annað. Ég myndi allavega leggja til, við ákveðum kannski ekki eitthvað eitt eða neitt hér í dag, en ég myndi allavega leggja til að byggðarráð haldi þessari umræðu áfram á lofti, og kannski kalla eftir fundi og sendi erindi á stjórn Arion-banka og fái frekari skýringar á þessu. En orðið er laust. Þuríður. Oddviti og fundamenn, þetta er náttúrulega mjög leitt að sé verið að loka útibúinu. Þetta er svo sem búið að vera í pípunum örugglega í 3-4 ár og maður er bara að sé þetta gerast. Ríkið er að koma með störf á staðsetningar. Það er heilt ráðanir daginn sem verður fullt á störfum. Svo erum við ekkert múlbundin Arion-banka. Við getum fært bara viðskiptun okkur og kannski vill eitthvað annað útibú eða eitthvað annar banki koma hérna og vera með einhverja þjónustu við okkur. Takk. Takk fyrir þetta, Þuríður. Orðið er laust. Kristján. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, ég vil bara taka undir það sem hefur verið sagt hér. En mig langaði að benda á svona í sögulegu ljósi. Í fundargögnunum er afrit af eða texti samnings sem var gerður fyrir reyndar nokkrum áratugum síðan, 1965. En í þeim samning var fjármálastofnun sem þá hét Sparisjóður Dalasýslu lagður inn í útibú Búnaðarbankans sem er forveri Arion-banka þegar að það útibú var sett hér á stofn og allar innistæður og eignir Sparisjóðs Dalasýslu fluttust til Búnaðarbankans. Og í þeim samningi sem þá var gerður eru ákveðna skyldur sem Búnaðarbankinn tók á sig og sem er allavega vert að horfa til varðandi stöðun í dag. Það voru einmitt, eins og hér hefur verið nefnt, samfélagslegar skyldur að halda út í þjónustu í þá Dalasýslu og mér finnst vert að minna mjög vel á þetta og þó svo að menn stundum vilja hrista af sér söguna þá er það nú bara ekki hægt. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið er laust. Biður enginn orðið en svona svo við ljúkum umræðinu þá mútti ég bara leggja til að byggðarráð haldi þessar umræðu áfram. Þeir sem eru samþykkir því gefumerki. Það er samþykkt. Þá er næst dagskrárliður 9, það er húsnæðar sjálfseignarstofnun á landsbyggðinni. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur boðað til stofnfundar húsnæðis sjálfseignarstofnunar til að stuðla að uppbyggingu og frambúð á almennum íbúðum utan höfuðborgarsvæðisins. Ráðgert er að fundurinn verði þriðjudaginn 15. febrúar í fjarfundi. Dalabyggð mun gerast aðili að húsnæðis sjálfseignarstofnunar til að stuðla að uppbyggingu og frambúð á almennum íbúðum utan höfuðborgarsvæðisins og leggja eignir Bakkahvamms inn í stofnunina.
Þetta var afgreitt á fundi byggðarráðs 2. febrúar og þá er þetta bara drög að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að Dalabyggð verði stofnandi fyrirhugaðrar húsnæðis sjálfseignarstofnunar. Samþykkt er að leggja fram 100.000 kr. stofnfé. Sveitarstjóri falið að taka þátt í stofnifundi fyrirhugaðrar húsnæðis sjálfseignarstofnunar og undirrita stofnskjöl fyrir hönd sveitarfélagsins. Orðið er laust. Við engin morðið þess sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 10. Það er fyrirspurn leigu og lögum. En nýlega kom hér fyrirspurn varðandi leigu og eignunum og lögum til hótelreksturs og það liggur hér fyrir í fundargögnum samningur leigu og lögum frá 1. maí næstkomandi til 30. september 2022. Og þessi samningur var samþykktur í stjórn Dalagistingar í gær og býður þá hér samþykkis sveitarstjórnar en hann er birtur þegar er búið að undirrita hann. Einhvers vilja ræða þennan samning. Skúli. Ágæti fundamenn, ég ætla kannski ekki að ræða samningin, heldur ætla ég bara lýsa ánægju minni með því að það skuli þá kveikna á ljós og lögum aftur. Ég held að það sé mjög þarft að þar sé einhver starfsemi og skemmir ekki fyrir að meðan starfsemi er þar í húsinu þá eru miklu meiri líkur á að það sýni þessu einhver áhuga til kaups eða einhver annar starfsemi. Þannig að ég bara ætla að fagna því að það sé einhver ekstra aðri sem vil taka þetta leigu og reka þetta og ég vona bara að það verði sveitarfélaginu til sóma og skaffi kannski einhver störf. Takk. Takk fyrir þetta Skúli. Ég verð að nota tækifærið núna og minnaði á að það er nú alveg ljós á lögum, þó séu kannski ekki ljós í aðalbyggingunum. En það er sundlaugar sem að sveitarfélagið rekur og það býr þar fólk. En orðið er laust. Þeir sem eru samþykkir þessum samningi gefið merki. Hann er samþykktur samhliða. Þá eru næst fundargerðir til afgreiðslu. Það er fyrst fundargerð byggðarráðs Dalabyggðar, fundur númer 283. Einhvers vill ræða þessa fundargerð sérstaklega? Þuríður. Oddviti og fundamenn, mér langar bara aðeins hérna. Lið 1, öryggi og rafmagns og fjarskipta. Við áttum mjög góðan fund með forsvarsmann Rarik. Þeir eru að fara í bara töluverða framkvæmdir í sumar, 250 milljónir krónar 2022 og svo er líka mjög ánægilegt að bættist við 3 kílómetra kafli í Hvolsdalnum sem er búin að vera til leiðinda í vetur. Þannig ég held að við fórum bara mjög sátt frá borði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þuríður. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst fundargerð byggðarráðs, fundur númer 284. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Þuríður. Oddviti og fundamenn, mér langar bara hérna, lið 4, beiðnum aðganga að sælistaslaug, bara hvetja fólk til þess að nýta sér þetta og alla þessa viku sem Óli Pá er að bjóða upp á í tilefni af afmælinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þuríður. Ég geti bara tekið undir með Þuríði að þetta er virkilega flott framtak þessi lýðheilsuvika hjá ungmennafélaginu Óla Pá. En fleiri sem vilja taka til máls. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða að Þuríður. Þá er næst dagskrárliður 13, það er fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur númer 108. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Þuríður. Oddviti og fundamenn, það var bara ánægilegt að það komi nýtt ungmennaráð. Þau mættu galvaskar og ferskar legs með 2 mál fyrir fundinn og við erum búin að samþykkja eitt af því erindisbréfið, breyting á erindisbréfinu.
svo langar mig aðeins ástandsstöðu skólabygginga, bara hrósa þeir sem koma að þessu, hvað farið fljótt og vel í þetta og þetta gengi vel. Og hvað var það svo, innra matið, hvetja foreldra, það stendur hérna í bókun, hvetja foreldra til þess að kynna sér það vel og bara áhugaverðar upplýsingar þar. Takk. Fyrir þetta Þuríður. Anna Berglind. Oddviti og aðri sveitarstjórnarmenn. Ekki er ætlunin að spyrja eitthvað sérstaklega lið hér, heldur stóð til að birta greinargerð vegna tillögu minnar á þessum sveitarstjórnarfundi. Ætla ég því með leyfi fundarstjóra fjalla aðeins það. Þann 14. október samþykkti sveitarstjórn tillögu mína sem hljóðaði á þá leið að sveitarstjórn Dalabyggð hvatti fræðslunefnd til að taka upp umræðu hvað börnunum okkar væri fyrir bestu hvað íþróttastarfi grunnskóla varðar í nútíð og farið var fram á greinargerð máli. Fræðslunefnd ákvað á fundi sínum þann 4. nóvember að skila af sér greinargerð fyrir skipulagðans fund sveitarstjórnar í febrúar, sem núna. Þann 2. desember síðastliðinn ákvað fræðslunefnd hins vegar að vísa þessu erindi til umsóknar hjá skólastjóra og skólaráði Auðaskóla og svo ungmennaráði. Það er ekkert fjallað þetta í fundagerð fræðslunefndar og enn hefur engin greinargerð komið. Því myndi ég gjarna vilja fá svör við því hvar þetta mál statt. Nú á ég sjálf börn í grunnskólanum og hef ekki verið spurð álits að einu varðar íþróttastarf barna í grunnskólanum og ekki hef ég fengið vitneskju að slík könnun hafi verið lögð fyrir grunnskólabörnin hver vilji þeirra er. Ungmennaráð fundaði aftur á móti núna, 28. janúar 2022 og samkvæmt fundagerð virðist þetta mál ekki hafa verið á dagskrá á þeim fundi. Af hverju veit ég ekki eða hefur þetta erindi ekki borist ungmennaráði? Er ekki vilji hjá fræðslunefndinni til að kanna afstöðu foreldra í þessu máli eða barna? Ég tek það fram að þessi umræða á að snúast nútíð en ekki það sem við munum fá í framtíðinni. Þannig ég vona að menn séu ekki að skýla sig á bakvið það að undirbúningur sé hafinn að nýju íþróttamannvirki. Formaður fræðslunefndar getur væntanlega upplýst stöðu mála og hvenær von á niðurstöðu frá skólastjóra, skólaráði Auðaskóla og ungmennaráði. Og þá væntanlega í framhaldi af því greinargerð málið frá fræðslunefndinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Þuríður. Ótveit og fundamenn, málið statt út í skóla. Hún að sinna 2 störfum, hún Herdís. Hún hefur bara fjall á milli hjá henni og það bara alveg smýr að kenna. Og ungmennaráði tekur þetta væntanlega fyrir á næsta fundi. Þau voru bara að kynna sér núna, meira að kynna sér fundarsköp og annað á þessum fyrsta fundi sínum. Já, núna svarið, en þetta kemur. Takk. Takk fyrir þetta, Þuríður. Fleiri snilling. Anna. Það er enginn búinn að biðja orðið. Já, oddviti og aðri fundamenn. Mér finnst bara ótækt að vita bara ekkert hvenær menn ætla að taka eitthvað svona mál fyrir. Ég las í það er mjög óljóst til dæmis hvenær ungmennaráð ætlar að funda. Það er allavega 2 á ári en mögulega ætlaðu að funda samt mánaðarlega en ég held að þessi skuldbundið að þau muni allavega að funda 2 á ári. Skólaráð Auðaskóla, ég veit ekki hvenær það fundar. Mér finnst þetta bara ekki segja mig neitt. Er bara eðlilegt að maður bíði bara og bíði. Mér finnst þetta bara hálf óboðlegt. Ég verð bara að segja eins og er. Maður verður að fá einhver svör. Kemur þetta bara eftir sveitarstjórnarkosningar. Það er kannski best. Takk fyrir þetta, Þuríður. Oddvit og fundamenn, mér finnst nú líklegt að skólaráð fundi bara þegar skólastjórinn kalluðu saman en ungmennaráð ætlar að funda einu sinni í mánuði. Þannig að það verður fundi í marsmánuði sem verður tekið fyrir og þá
vonandi í framhaldinu í fræðslunefnd. Takk. Takk fyrir þetta Þuríður. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn morðið þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt. Þá er næst dagskrárliður 14, það er fundargerð stjórnar Silfurtúns, fundur nr. 54. Vill ræða þá fundargerð. Ragnheiður. Oddviti og fundamenn. Það kom fram í fundargerð Silfurtúns að Hafdís Ösp Finnbogadóttir, hún útvegaði okkur klippistól fyrir Silfurtún fyrir enga peninga. Þetta var gjöf og ég vil bara þakka henni fyrir það hérna líka. Og í fundargerðinni er líka, þar var til kynningar, lokaskýrsla starfshóps öldrunarmál á Vesturlandi. Og þetta mál er enda líka, kemur fyrir seinna á þessum sveitarstjórnarfundi en af því að þetta er í þessari fundargerð þá ákvað ég að taka þetta hér. Við fengum sem sagt tölvupóst frá Önnu Berglindi, sveitarstjórnarfulltrúa. Þar sem hún var að spurja hún ætlaði alveg að koma þessu út mér, það er best ég lesi þetta bara. Föstudaginn 4. febrúar var haldinn kynningafundur og lokaskýrslu starfshóps öldrunarmál á Vesturlandi. Í kjölfar kynningar sendi Anna Berglind sveitarstjórnarfulltrúi spurningar á sveitarstjórn og 1. varamann. Anna leitaði svara við neikvæðri niðurstöðu samanburðar Silfurtúns við önnur hjúkrunar- og dvalarheimili á Vesturlandi og þá sérstaklega varðandi launaliðinn og kostnað mötuneytis. Svo fyrst sé vikið að kostnaði við mötuneyti þá er allur kostnaður inni í tölum fyrir Silfurtún en í tilviki annara heimila þá vantar inn ýmsa liði og vegur þar þyngst launakostnaður. Launakostnaður mötuneytis er inni í heildarkostnaði hjá þeim. Vegna smæðar Silfurtúns næst ekki sama hagkvæmni í rekstri mötuneytis og hjá stærri heimilum. Þess má einnig geta að þegar Silfurtún hætti rekstri mötuneytis og ákvað að kaupa þessa þjónustu var kostnaður reksturs mötuneytis nokkurn veginn sá sami eftir sem áður. Með því að kaupa þessa þjónustu er kostnaðurinn fyrirsjáanlegri þar sem kostnaðurinn vegna fjarvista og sóttkvíara er ekki á herðum Silfurtúns. Þá má einnig geta þess að starfsfólk Silfurtúns og Fellaskjóls fær fríar máltíðir sem hækka kostnað mötuneytis í samanburði við aðra. Launakostnaður á hvert fast stöðugildi er yfir meðaltali á Vesturlandi. Þar spilar inn í óhagkvæmni vegna smæðar heimilisins. Einnig má benda á að á árinu 2020 urðu skipti á hjúkrunarforstjóra sem fylgdi auka kostnaður. Þá voru langtíma fjarvistir og fjarvistir vegna COVID-sóttkvíar sem fylgdu viðbótar launakostnaður. Silfurtún er hins vegar næst lægst heimila á Vesturlandi þegar skoðuð eru laun á hvert rými. Einungis Brákarhlíð er lægri. Það er eðlilegt með tilliti til þess að launakostnaður mötuneytis er ekki inn í tölum fyrir Silfurtún. Rými á Vesturlandi árið 2020 eru samkvæmt upplýsingum hjá Stjórnarráði Íslands eftirfarandi. Dvalar- og hjúkrunarheimili Höfði á Akranesi er með 67 hjúkrunarrými, 9 dvalarrými og 25 dagdvalarrými, samtals 101 rými. Heilbrigðisstofnun Vesturlands er með 15 hjúkrunarrými. Dvalar- og hjúkrunarheimili Brákarhlíð í Borgarnesi er með 39 hjúkrunarrými, 17 dvalarrými og 5 dagdvalarrými, samtals 61 rými. Dvalar- og hjúkrunarheimili Jaðar í Ólafsvík er með 12 hjúkrunarrými og 5 dvalarrými, samtals 17 rými. Dvalar- og hjúkrunarheimili í Stykkishólmi er með 15 hjúkrunarrými, 1 dvalarrými og 2 dagdvalarrými, samtals 18 rými. Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Stykkishólmi er með 7 hjúkrunarrými. Dvalar- og hjúkrunarheimili Fellaskjól í Grundarfirði er með 10 hjúkrunarrými og 2 dvalarrými, samtals 12 rými. Hjúkrunarheimili Fellseldi í Dalabyggð er með 27 geðhjúkrunarrými. Dvalar- og hjúkrunarheimili Barmahlíð í Reykhólahreppi er með 14 hjúkrunarrými, 2 dagdvalarrými, samtals 16 rými.
Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hólmavík er með 10 hjúkrunarrými og 2 dvalarrými, samtals 12 rými. Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga er með 18 hjúkrunarrými. Dagdvöl aldraðra á Hvammstanga er með 5 dagdvalarrými. Hve á Hólmavík er með sömu stærð og Silfurtún en getur ekki talist samanburðarhæft vegna möguleika á samnýtingu á ýmsum sviðum á heilsugæslunni. Með heilsugæslunni átti þetta að vera. Af þessum stofnunum er aðeins 1 heimili sem er sambærilegt Silfurtúni að stærð og það er Fellaskjól í Grundarfirði. Ég vona að þetta svari spurningum þínum, Anna. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Orðið er laust. Anna. Oddviti og aðrir fundarmenn. Undir lið 6 er að finna skýrslu vinnuhóps eflingu öldrunarþjónustu á Vesturlandi. Sjálf mætti ég á kynningafund á föstudaginn síðasta þar sem þessi vinnuhópur kynnti niðurstöður sínar öll hjúkrunarheimili á Vesturlandi. Það er margt áhugavert sem kemur fram í þessari skýrslu. Strax eftir þennan fund sendi ég samstarfsmönnum mínum í sveitarstjórn tölvupóst þar sem ég dró fram 2 atriði úr skýrslunni sem mér fannst við þurfa að kafa nánar ofan í og kallaði meðal annars eftir svörum frá sveitarstjóra ákveðin atriði. Mér þykir rosalega miður að það kom aðeins 1 svar við þessari vangaveltu minni sem sagt í tölvupóstsamskiptum. Og því miður svaraði það ekki spurningum mínum heldur hljóðaði á það leið að þessi skýrsla er tekin til umræðu stjórn Silfurtúns sem ég skil svo sem mæta vel en ég bjóst við svörum bara strax eftir það. Nú les ég þessa fundagerð stjórnar Silfurtúnar og það eina sem stendur í þessari fundagerð þetta mál er orðrétt: stjórnin þakkar fyrir skýrsluna. Þannig í gær þegar ég að undirbúa mig fyrir þennan fund þykir mér þetta bara afskaplega miður. Við erum að reyna að undirbúa okkur hérna fyrir fund og það bara koma ekki svör. En ég þakka samt þetta núna að hafa þá fengið þetta hérna og ég ákvað að semja þetta hérna af því að ég vildi náttúrulega kalla eftir svörum þannig að menn myndi þá svara þá allavega á þessum fundi en svona sjálfur finnst mér þetta bara eiginlega óboðlegt. Við þurfum ekki að vera hrædd við það að ræða málin. Það er bara eins og maður sé bara útilokaður stundum. Maður hefur að stundum pína tilfinningar. Þannig að mér finnst það leiðilegt. En til að útskýra það sem ég var að kalla eftir, ég ætla bara að halda við þetta plan sem ég búin að gera hérna. En eins og ég segi, Ragga búin að svara ansi miklu á því og hún kannski dregur þá ef það er eitthvað annað sem kemur upp á borðið. En til að útskýra það sem ég var að kalla eftir, þá sá ég í skýrslunni að það 30% launamunur á milli heimilanna varða laun á hvert stöðugildi. Silfurtún til dæmis vel yfir bæði landsmeðaltali og vesturlandsmeðaltali. Í tölvupóstsamskiptum mínum bað ég til dæmis Kristján skýringa á því hvað veldur þessum mikla launakostnaði. Samkvæmt kynningarfundar niðurstöðum var ljóst að það var ekki vegna mismunandi kjarasamningagerða. Það kom skýrt fram á þessum fundi. Hvað er það sem veldur því að launakostnaðurinn á Silfurtúni fer svona upp? Eru laun hjúkrunarforstjóra hærri en gengur og gerist eða vegna aksturs hjúkrunarforstjóra? Er það vegna aukavakta? Er það vegna veikinda starfsmanna? Ég var að velta þessu öllu upp hvað mögulega skýrir þetta. Ekki dæma neitt, heldur bara mögulega hvað skýrir þetta. Annað sem mér finnst við sem sveitarstjórnarmenn þurfa að kafa djúpt ofan í var glæra þar sem verið var að fara yfir annan rekstrakostnað og frávik þessara heimila. Þar var sýnt meðaltal kostnaðar á hvert rými og ég hvet ykkur til að kíkja þetta því sem heima sitið og aðri sveitarstjórnarmenn ef þið hafi nú ekki þegar skoðað þetta. Það svakalegt hvað stoðþjónustan sker sig út hjá Silfurtúni og þá sérstaklega liðurinn rekstur eldhús og mötuneytis. Hjá Silfurtúni hljóðar þessi liður upp á 1.824.000 á hvert rými.
Nú ætlum ég ekki að dæma það hvort að þetta er hátt eða lágt. En hjá Jaðri er þetta 608.000, Höfða 827.000, Fellsenda 444.000, Dvalarheimili Stykkishólmur 0 krónur, sem hlýtur að vera eitthvað vitleysa, þetta hlýtur að vera fært á einhverja aðra liði. Ég get alveg skilið að það sé eitthvað svona í gangi. Fellaskjóli 726.000, Brákarhlíð 697.000. Sem sagt, þessi kostnaðarliður er meira en tvöfalt hærri hjá Silfurtúni heldur en því heimili sem kemst næst á eftir. Og þess vegna spurði ég, hver er skýringin á því? Og eru ekki tækifæri til að hagræða í þessum lið? Þetta spurði ég sem sagt aðra sveitarstjórnarmenn í þessum tölvupósti mínum. Ég geri mig grein fyrir því að sum heimilin eru stærri í sniðum og ná þar að leiðandi einhverju stærðar hagræðingu. En við erum alveg með heimili þarna sem eru sambarileg á Silfurtún, mjög sambarileg. Ég nefni til dæmis hérna að Fellsendi, maturinn er 4 sinnum ódýrari á Fellsenda heldur en á Silfurtúni. Þetta er alveg ótrúlegt. Þarna erum við með sama flutningskostnað á matvælum væntanlega. Þetta er kannski bara spurning stærðarhagkvæmni. En mér finnst þetta ótrúlega mikill munur og mér finnst bara rétt að við ræðum þetta. Og þetta á einnig við annan lið í stoðþjónustunni sem heitir rekstur skrifstofu. Þar er rekstrakostnaður Silfurtúns 309.000 krónur á hvert rými. Jaðar er með 89.000, Höfði er með 47.000, Fellsendi með 100.000 krónur, Dvalarheimili Stykkishólm er með 61.000 og Fellaskjól er með 0 krónur og Brákarhlíð með 45.000 krónur. Hér er kostnaðurinn á Silfurtúni meir en þrefalt hærri en kostnaðurinn sem kemur næst okkur, það er á Fellsenda. Enn og aftur, hver er skýringin á þessum mikla mun og hvað er verið að borga undir þessum lið, Kristján, ef þú myndir taka það? Rekstur skrifstofu á Silfurtúni, hvað er verið að borga undir þessum lið? Er það laun starfsmanna Dalabyggðar vegna bókhaldsvinnu eða hvað er þetta? Nú er ég ekki að segja að eitthvað sé dýrt eða ódýr, heldur furða mig á þessum mikla mun sem er þarna á milli þessara heimila og það hlýtur að vera í hendi okkar að fylgjast með því að allt fari eðlilega fram. Ég vona innilega að fundamenn gefi sér tími til að svara þessu spurningum sem nú þegar hafa ekki komið kannski fram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Orðið er laust. Kristján. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, til þess að fá upplýsingar meðal annars þennan kostnað, þá ég verð að játa það að ég skoðaði fyrst og fremst eldhúskostnaðinn eða mötuneyti. Og þá er, eins og kom hér fram áðan, liggur skýringin þar í hvernig kostnaðurinn er bókaður, þar að segja að í kostnaði við hjá Silfurtúni kemur fram allur kostnaður við mötuneytið en í kostnaði hjá hinum kemur fram semst ekki launakostnaður heldur og það er með að segja ekki alveg ljóst. Hann gat ekki sagt mér að sá sem vann skýrsluna nákvæmlega hvað er bókað í mötuneyti og hvað er bókað annars staðar. Þannig að ég tek svona aðeins hliðarspor. Ég hef verið að skoða sérstaklega einmitt Fellaskjól í Grundarfirði sem er líkast Silfurtúni að stærð. Þar er til dæmis munur sem hefur áhrif á launakostnaðinn sem er það að 40% starfsmanna Silfurtúns eru faglærðir og þar lendi dýrari á móti rétt 20% starfsmanna Fellaskjóls, þannig að það skýrir ákveðin mun líka. Ég get bara játa að ég get ekki svara því hér með þennan 300.000 kall á skrifstofukostnað. Það ég þarf bara að skoða það betur. Ég var ekki búinn að kryfja það. En það liggur væntanlega í því hvernig hlutirnir eru færðir. Bara nefna annað dæmi sem liggur í því,
Það einmitt þegar ég var að bera saman tekjur Fellaskjóls og Silfurtúns sem eru samtalstekjur frá ríkinu eru álíka upphæð. Fellaskjól reyndar með rúmlega 5 milljónir meira. Þá eru daggjöld á Silfurtúni mun lægri heldur en daggjöld í Fellaskjóli en húsnæðisframlag á Silfurtúni mun hærra heldur en húsnæðisframlag í Fellaskjóli. Og því skoðun á því þá kemur í ljós að svokallar smæðarálag sem að svona lítil heimili fá, það bókað í húsnæðisframlagið hjá Silfurtúni en ég er reyndar búin að senda pósta á Fellaskjól en það alveg tilgáta mín að það hljóti að vera bókað í daggjöldin þar. En þetta með skrifstofukostnað, ég verð bara að fá að skoða það betur og upplýsa það síðar. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls. Það biður enginn orðið þess sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 15, það menningarmálanefnd Dalabyggðar. Fundur númer 23. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Kveður sér engin hljóðs þess sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá það fundargerð dagskrárliður 16, það ungmennaráð Dalabyggðar. Það fundargerð ungmennaráð sem liggur hér frammi. Nú þarf ég að spyrja sveitarstjóra, ekki ungmennaráð B-hlutanefnd? Já, þá þurfum við að samþykkja fundargerðina, þess sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhliða. Þá hér fundargerð til kynningar. Það fyrst fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það liggja hér fyrir fundargerðir 2 stjórnarfundar. Einhverjum sem vilja ræða þær. Svo virðist ekki vera. Þá næst dagskrárliður 18. Það fundargerð stjórnar Bakkahvamms. Það liggur hér fyrir fundargerð stjórnar Bakkahvamms. Það lítur að vera 27. janúar. Kristján. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, það vona að fólk hefur og reiki augun í dagsetningu fundargerðarinnar að þetta sem fundargerð Bakkahvamms frá 27. apríl á síðasta ári. Og hún lögð hér fram að því að fyrir mistök þegar við vonum að fara yfir fundargerðir til bókunar núna yfir fundargerð síðast árs, þá kom í ljós að þessi tiltekna fundargerð stjórnar Bakkahvamms hafði ekki verið lögð fram til kynningar hér í sveitarstjórn og til þess að klára það og fullnægja því að þá hún lögð hér fram. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið laust. Fundargerðin þá allavega lögð fram til kynningar hér. Þá næst dagskrárliður 19, það eru fundargerðir Breiðafjarðarnefndar. Liggur hér fyrir fundargerð nefndarinnar frá 14. desember síðastliðinn. Einhver vill ræða hana? Svo virðist ekki vera. Þá næst dagskrárliður 20, það fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Fundargerð, það liggur hér fyrir fundargerð heilbrigðisnefndar frá 17. janúar og staðfest gjaldskrá. Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 21, það eru fundargerðir Almannavarnanefndar Vesturlands. Það liggja hér fyrir 2 fundargerðir. Einhver vilja ræða þær? Svo ekki. Þá dagskrárliður 22, það eru fundargerðir stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Það liggur hér fyrir fundargerð stjórnarfundar 27. janúar síðastliðinn. Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 23, það eru fundargerðir dalagistingar. Það liggja hér fyrir fundargerðir 2 stjórnarfundar frá 31. janúar og
síðan frá því í gær 9. febrúar. Það kveður sér engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 24, það er fráveita hreinsistöð, liggur hér fyrir bara undirritaður samningur til kynningar. Þá er næst dagskrárliður 25, það er samstarf við leigufélagið Bríet og það er hér bara til kynningar að stjórn leigufélagsins Bríetar hefur samþykkt að fara aftur á stað með uppbyggingarverkefni leiguíbúða í Dalabyggð. Skúli. Oddviti og góða fundarmenn, ég vil bara fagna því að leigufélagi Bríet ætlar að starta þessu verkefni aftur sem er auglustu fyrir rúmi ári síðan, þar sem er öllu í uppbyggingu á leiguhúsnæði í Dalabyggð. Nú skilst mér að þeir ætli að byrja þetta verkefni aftur og kannski byggja 3 íbúðir. Þannig að ég held að við fagnum því bara. Takk. Glemdur ekki þessu? Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki. Þá er næst dagskrárliður 26. Það er mat á áhrifum ákvarðana sveitarfélaga og börn og réttur barna til þátttöku og áhrifa. Það liggur hér fyrir bréf. Það kveður sér engin hljóðs. Þá ætla ég að víkja fundi og bið Ragnheiði Pálsdóttur Haraldsdóttur að stýra fundi. Já, það er á 27. dagskrárliður. Það er stjórnsýslur kæra vegna ákvörðunar Dalabyggðar vegna fyrirhugaðrar skógræktar í landi Ásgarðs í Hvammsveit. Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er kæranda í vil og fellir nefndin ákvörðun sveitastjórnar úr gildi. Er einhver sem vill taka til máls? Það er ekki. Ég ætla nú bara að segja hérna að ég fagna því að það sé komið niðurstaða í þessu kærumáli og er sannfærð að af niðurstöðunum megir draga lærdóm. Á meðan umhverfis- og skipulagsnefnd hefur ekki fundað niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála mun ég ekki tjá mig málið. Og ég kalla Eyjólf og Önnu aftur inn á fundinn. Takk. Þá næst dagskrárliður 28. Það er öryggi rafmagns- og fjarskipta og liggur hér frammi til kynningar bókun sem að stjórn SSVAF lýsti yfir á stjórnarfundi 27. janúar síðastliðinn sem er lýsti yfir þungum áhyggjum og stöðu innviða á Fellströnd, Skarðströnd og í Sörbæ í Dalabyggð. Ég ætla bara að lesa hér upp bókun stjórnar SSVAF. Stjórn SSVAF lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðu innviða á Fellströnd, Skarðströnd og í Sörbæ í Dalabyggð. Nauðsynlegt er að stjórnvöld ráðist hið fyrsta í endurbætur og raflínum á svæðinu til þess að tryggja afhendingaröryggi rafmagns en tíðar bilanir hafa skapað ýmiss konar erfiðleika og öryggisleysi fyrir íbúa. Ljóst er að línur á svæðinu eru komnar til ára sinna og nauðsynlegt er að koma raflínum í jörð og það verkefni þolir enga bið. Jafnframt er nauðsynlegt að á þessu ári verði farið í þrífösunar rafmagni til þess að tryggja starfsemi mjólkurbúa og aðra atvinnustarfsemi á svæðinu. Þá hefur símasambandsleysi í kjölfar bilunar og ljósleiðara skapað mikið óöryggi fyrir íbúa en bið eftir viðgerð var löng og ljóst að íbúar í dreifðum byggðum geta átt von á því að bíða í fleiri daga eftir lagfæringum frá þjónustöðala. Á vissum svæðum í Dalabyggð er staða á farsímasambandi það slæm að símasambandi er ekki til staðar ef ljósleiðari fer út. Íbúar hafa fengið þau svör frá fjarskiptafyrirtækjum að það sé of kostnaðarsamt að bæta farsímasamband vegna þess hve fáir íbúar eru. Það má líka benda á að íbúar geta ekki nýtt rafræn skilríki því farsímasamband er það slæmt að innskráningartími er útrunnin þegar svar berst gegnum síma. Þetta er ekki boðlegt í nútíma samfélagi. Loks áréttar stjórn SSVAF mikilvægi þess að ráðist verði í endurbætur og veginn Fellströnd og Skarðströnd og framkvæmdir við lagningu bundins slitlags hefjist sem fyrst. Anna.
oddviti og aðrir fundarmenn. Mér langar bara að þakka bara Jóhannu og bara öllum íbúum bara fyrir að kortleggja þessi fjarskipti svona vel. Mér fannst þetta virkilega bara gott mál að vera að koma með þetta svolítið svona sjónrænt. Þetta er gott plagg fyrir okkur til að herja á svo aðra. Þannig að það var nú fyrst og fremst það sem að ég vildi koma á framfæri. Mér finnst þetta svona bara mjög þarft verk. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls. Skúli. Oddviti, góða fundarmenn, ég ætla bara að vera sammála önnu og bara þakka kærlega fyrir þetta. Nú bara má ekki láta staðan numið, heldur þurfum við að herja á það að það verði gert eitthvað í þessu. Það er ekki nóg að búa til einhverja flotta mynd sem er mjög flott og sýnir þetta vel hvað er stæmandi slæmt. Við þurfum líka að herja á að það verði gert eitthvað í þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Þuríður. Oddviti og fundarmenn, mér langar bara líka að taka undir með þeim og þakka fyrir og þakka SSB fyrir þessa bókun líka. Þetta er bara ekki góð málið, það er bara eiginlega verið fljótlegra kortleggja það sem næst, það sem er samband, nánast í. En hérna, mér langar að spyrja Kristján að ég var sent erindi á neyðarlínuna, hvort þeir hafa eitthvað svarað í sambandi við fjarskiptamöstrin og sambandi að þeim. Takk. Takk fyrir þetta, Þuríður. Kristján. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, já, það er rétt, ég sendi erindi í byrjun janúar reynda fyrst til fjarskiptastofu, þar sem ég var að spyrjast fyrir uppi tíma fjarskiptamastra, GSM eða 3-4G mastrana, af því að í kjölfar rafmagnsbilunar, sérstaklega í byrjun janúar, að þá duttu þessu möstur út og þau duttu út strax, þar að segja að rafhlöðurnar virðast ekki halda þeim inni, og ég vildi fá að vita hvort það væri ekki einhver skilyrði sem að væri í starfsleyfum fyrirtækjana það hversu lengi möstrina ætti að hanga inni eftir að rafmagn færi. Og svarið sem ég fékk frá fjarskiptastofu voru að það væri engin skilyrði í þessum leyfum, þar segja það er ekki neitt skilyrðum upp í tíma. En þau bentu mér eins og á að í kjölfar óveðursins sem var í desember 2019, þá veitti ríkisstjórnin einhverjar um 200 milljónir í uppbyggingu innviða, fjarskipta innviða og til að bæta þar úr. Og neyðarlínan var sá aðili sem var falið að sjá svokallaða alþjónustu, þar að segja að nýta þessa fjármuni til þess að halda upp í fjarskiptum. Og í framhaldinu sendi ég póst til neyðarlínunar þar sem að ég óska eftir upplýsingum það hvort að Dalabyggð hefði verið inn í þessu fjármunir nýttir í Dalabyggð og þá hvaða fjarskiptamöstu væru að ræða. Ég fékk engin svör frá neyðarlínunni og ítrekaði erindið og fékk ekki svör. Þá sendi ég erindi til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, sem nú heitir innviðaráðuneyti, og þeir lofuðu svörum fljótt og það gekk alveg eftir. Svörin komu fljótt, þar segja frá neyðarlínunni. Þá kom nú í ljós skýring neyðarlínuna var að póstarnir mín hefði allir í ruslpósti, þannig að þess vegna hafði þeir ekki séð erindið. En svarið var sem sagt það að það eru 3 möstur sem að
og nú bara því miður man ég ekki nákvæmlega hvað möstur það er. Það var eitt í Sörbæ, það var eitt hérna í Lásadalnum og því miður man ekki hvar þriðja möstur er. Að við þessu möstur höfðu verið settar upp rafstöðvar, þannig að þau möstur eru inni en það eru líka hins vegar möstur á fleiri stöðum sem að detta út vegna rafmagnsleysins. Þannig að þó svo að 3 möstur hangi inni ef að rafmagni fer og þau eiga ekkert að fara út og samkvæmt upplýsingar frá Neyðarlínu þá fóru þessi möstur ekkert út í rafmagnsleysinu. Þau voru inni allan tíman af því það var ekki rafhlöður heldur rafstöðvar sem héldu þeim inni. En það er það eina, þannig að hérna, restin hefur meira hefur ekki verið og stendur ekki til að byggja upp með til varaafl heldur en þessa 3 fjarskiptastaði. Takk fyrir þetta Kristján, fleiri sem vilja taka til máls. Anna? Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn, þá kannski framhaldið þessu, þá væri nú kannski fróðlegt að taka saman á þetta kort að þegar að þessi 3 möstur eru einungis inni kannski, hversu stór prósenta er að nýta þjónustu frá þessum möstrum. Þannig við vitum í rauninni hversu mörg prósenta gæti í rauninni mögulega dottið út. Þó við séum náttúrulega kannski ekki alltaf með rafmagnsleysi allstaðar skilur, en það er samt kannski ákveðið öryggi að hafa, eða gott að hafa þetta til hliðsjónar. Þannig ég beini því bara til Jóhönnu að svona, kannski er hann bara búin að kortleggja þetta. Takk fyrir þetta, fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá er næst dagskrárliður 29. Það er Klofnisvegur nr. 590, vegur fyrir Strandir. Þetta er bara til kynningar en það er upplýsingar sem bárust frá svæðisstjóra vegagerðarinnar á Vesturlandi stöðu í tengivegamálum í Dalabyggð. Til stóð að fara í framkvæmdir á Laxárdalsvegi 2021-2023 samkvæmt tengivega áætlun. Það verkefni er ennþá í undirbúningi og hefur verið seinkað á vestursvæði til 2024. Það er sá kafli sem er í Dalabyggð frá Lamberum að Sýslumörkum upp á Laxdalsheiði. Norðursvæðið mun bjóða út sinn kafla í ár og stefnt að því að þessi kafli komi í kjölfarið. Klofnisvegur sem var komin inn á seinni hluta tengivegaáætlun færist því framar og að því gefnu að undirbúningur gangi vel og samningar við landeigendur þá er stefnan að bjóða út fyrsta áfanga þar 2023. Ekki er ákveðið hversu langur kafli verður undir í ár, ræðst það af hversu vel tekst til með hönnun og þá sérstaklega efnismálum í framkvæmdina. En orðið er laust. Það biður enginn orðið. Þá er næst dagskrárliður 30, það er skýrsla vinnuhóps eflingu öldrunarþjónustu á Vesturlandi. Skýrslan liggur til frammi bara í fundar, það mun liggja frammi með fundargerð. Við erum búin að taka umræðu þessa skýrslu hér fyrir á fundunum, en orðið er laust. Þá er næst dagskrárliður 31, það er mál frá Alþingi til umsagnar. Frumvarp til laga breytingu á lögum málefni innflytjenda nr. 116/2012. Liggur hér fram til kynningar, það kveður sér engin ljóðs. Þá dagskrárliður 32, það er fjarfundir, það er auglýsingum ákvörðun innviðaráðherra til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélags. Við höfum þegar breytt samþykktum hér í Dalabyggð, þannig að það er ekki þörf á því að bóka sérstaklega þessa ákvörðun eða auglýsingar innviðaráðherra. Þá er næst menningarmálaverkefnasjóður og menningarmálanefnd hefur auglýst eftir styrkumsóknum með umsóknarfresti til 7. mars og mun fara yfir umsóknir á næsta fundi nefndarinnar og menningarmálanefnd hvetur íbúa til að nýta þetta tækifæri og minni meðal annars á bæjarhátíðina Heim í Búðardal 2022. Þetta liggur í fram til kynningar. Þá er það dagskrárliður 34, það er viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID-19
liggur hér fyrir minnisblað. Og að lokum er það dagskrárliður 35, það er skýrsla frá sveitarstjóra eða minnisblað yfir helstu störf sveitarstjóra frá síðasta fundi. Það er dagskrá fundarins tæmd og við gerum nú hlé á upptöku en næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 5. daginn 10. mars næstkomandi.